Markúsar Guðspjall, 1. kafli. Upphaf fagnaðarerindisins Jesú Krist, Guðs son. Svo ritað hjá Jesaja spámanni. Sjá, ég sendi sendiboða minn á undan þér, greiða mun veg þinn. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins, gjörið beinar brautir hans. Þannig kom Jóhannes skírari fram í óbyggðinni og predikaði iðrunarskýr til fyrirgefningar synda. Og menn streymdu til hans frá allri Júdeubyggð og allir Jerúsalembúar og létu skýrast af honum í ánni Jórdan og játuðu syndir sínar. En Jóhannes var í klæðum úr úlvalda hári með leðurbelti lendar sér og át engisbrettur og villihunang. Hann predikaði svo: Sá kemur eftir mig sem mér máttugri og ég ekki verðu þess að krjúpa niður og leysa skóðfeng hans. Ég hef skýrt yður með vatni en hann mun skýra yður með heilugum anda. Svo bar við á þeim dögum að Jesús kom frá Nasaret í Galileu og var skírður af Jóhannes í Jórdan. Leið og hann stíg upp úr vatninu sá hann himnana ljúkast og andan stíga niður yfir sig eins og dúfu. Og rödd kom af himnum: Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Þá knúði andinn hann út í óbyggðina og hann var í óbyggðinni 40 daga og Satan freistað hans. Hann hafðist við meðal villidýra og englar þjónuðu honum. Þegar Jóhannes hafði verið tekinn höndum kom Jesús til Galileu og predikaði fagnaðarerindi Guðs og sagði: Tíminn fullnaður og Guðs ríki í nánd, gjörið iðrun og trúið fagnaðarerindinu. Jesús var að gangi með Galileuvatni og sá Símon og Andrés bróður Símonar vera að kasta netum í vatnið, en þeir voru fiskimenn. Jesús sagði við þá: Komið og fylgið mér og ég mun láta yður menn veiða. Og þegar í stað létu þeir eftir netin og fylgdu honum. Hann gekk skammt þaðan og sá Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans og voru þeir einnig á báti að búa net. Jesús kallaði þá og þeir yfirgáfu Sebedeus föður sinn hjá daglaunamönnunum í bátnum og fylgdu honum. Þeir komu til Kapernaum og hvíldardaginn gekk Jesús í samkunduna og kenndi. Undruðust menn mjög kenningu hans, því hann kenndi þeim eins og sáur valdhefur og ekki eins og fræðimennirnir. Þar var í samkundu þeirra maður haldinn óhreinum anda. Hann æpti: Hvað vilt þú oss, Jesús frá Nasaret? Ert þú kominn að tortíma oss? Ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Jesús hastaði á hann og mælti: Þegi þú og far út af honum. Þá teygði óhreini andinn manninn, rak upp hljóð mikið og fór út af honum. Sló felmtri á alla og hver spurði annan: Hvað þetta? Ný kenning með valdi, hann skipar jafnvel óhreinum öndum og þeir hlýða honum. Og orðstír hans barst þegar alla Galileu. Úr samkundinu fóru þeir rakleitt í hús Símonar og Andrésar og með þeim Jakob og Jóhannes. Tengdamóðir Símonar lá með sótthita og sögðu þeir Jesús þegar frá henni. Hann gekk þá að, tók í hönd hennar og reisti hann á fætur. Sótthitinn fór úr henni og hún gekk þeim fyrir beina. Þegar kvöld var komið og sólin sest, færðu menn til hans alla þá sjúkir voru og haldnir illum öndum, og allur bærinn var saman kominn við dyrnar. Hann læknaði marga þjáðust af ýmsum sjúkdómum og rak út marga illa anda, en illu öndunum bannaði hann að tala, því þeir vissu hver hann var. Og árla löngu fyrir dögun fór hann á fætur og gekk út, vék burt á óbyggðan stað og baðst fyrir. Þeir Símon leituðu hann uppi og þegar þeir fundu hann sögðu þeir við hann: Allir að leita þér. Hann sagði þá við þá: Vér skulum fara annað í þorpin hér í grennd, svo ég geti einnig predikað þar, því að til þess ég kominn. Og hann fór og predikaði í samkundum þeirra í allri Galileu og rak út illa anda. Maður nokkur líkþrár kom til hans, féll á kné og bað hann: Ef þú vilt, getur þú hreinsa mig. Og hann kenndi brjóstum manninn, rétti út höndina, snartan og mælti: Ég vil, verð þú hreinn. Jafnskjótt hvarf af honum líkþráin og hann var hreinn. Og Jesús lét hann fara, lagði ríkt á við hann og sagði: Gæt þess að segja engum neitt, en far þú, sýn þig prestinum og fórna fyrir hreinsun þína því sem Móses bauð, þeim til vitnisburðar. En maðurinn gekk burt og ræddi margt þetta og víðfræði mjög, svo að Jesús gat ekki framar komið opinberlega í neina borg, heldur hafðist við úti á óbyggðum stöðum, en menn komu til hans hvaðanæva. Markús 2.
Nokkru dögum síðar kom hann aftur til Kapernaum. Þegar fréttist að hann væri heima söfnuðust þar svo margir að hvergi var lengur rúm, ekki einu sinni fyrir dyrum úti, og hann flutti þeim orðið. Þá komið með lama mann og báru 4. Þegar þeir gátu ekki komist með hann til Jesús fyrir fólkinu, rufu þeir þekjuna upp yfir honum, grófu þar í gegn og létu síga ofan í rekkjuna sem hinn lami lá í. Þá Jesús sér trú þeirra, segir hann við lama manninn: Barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þar sátu nokkrir fræðimenn og hugsuðu í hjörtum sínum: Hví mælir þessi maður svo, hann guðlastar? Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? Samstundis skynjaði Jesús í anda sínum að þeir hugsuðu þannig með sér og hann sagði við þá: Hví hugsið þér slíkt í hjörtum yðar? Hvort auðveldar að segja við lama manninn: Syndir þínar eru fyrirgefnar, eða segja: Statt upp, takk rekkju þín og gakk? En til þess að þér vitið að mannsonurinn hefur vald til að fyrirgefa syndir á jörðu, þá segi ég þér. Og nú talar hann við lama manninn: Statt upp, takk rekkju þína og far heim til þín. Hann stóð upp, tók jafnskjótt rekkjuna og gekk burt í allra augsýn, svo að allir voru furðu lostnir, lofuðu Guð og sögðu: Aldrei áður höfum við þvílíkt séð. Aftur fór hann út og gekk með vatninu og allur mannfjöldinn kom til hans og hann kenndi þeim. Og hann gekk þar sá hann Leví Alfeusson sitja hjá tollbúðinni og hann segir við hann: Fylg þú mér? Og hann stóð upp og fylgdi honum. Svo bar við að Jesús sat að borði í húsi hans og margir tollheimtumenn og bersundíur sátu þar með honum og lærisveinum hans, en margir fylgdu honum. Fræðimennaflokki farísea sem sáu að hann samneytti bersyndugum og tollheimtumönnum sögðu þá við lærisveina hans: Hann etur með tollheimtumönnum og bersyndugum. Jesús heyrði þetta og svaraði þeim: Ekki þurfa heilbrigðir læknisvið, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki komin til að kalla réttláta, heldur synduga. Lærisveinar Jóhannesar og farísear héldu nú föstu og þá koma menn til Jesú og spyrja hann: Hví fasta lærisveinar Jóhannesar og lærisveinar farísea, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim: Hvort geta brúðkaupsgestir fastað meðan brúðguminn hjá þeim? Alla þá stund sem brúðguminn hjá þeim geta þeir ekki fastað. En koma munu þeir dagar brúðguminn verður frá þeim tekinn og þá munu þeir fasta á þeim degi. Enginn saumar bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rífur nýja bótin af hinu gamla og verður af verri rifa. Og enginn lætur nýtt vín á gamla belgi, því þá sprengir vínið belgina og vínið ónýtist og belgirnir. Nýtt vín látið á nýja belgi. Svo bara við að Jesús fór sáðlönd á hvíldardegi og lærisveinar hans tóku að tína kornugs á leiðinni. Farísearnir sögðu þá við hann: Lít á, hví gjöra það sem ekki leyfilegt á hvíldardegi? Hann svaraði þeim: Hafið þér aldrei lesið hvað Davíð gjörði honum lá á, þegar hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðs hús þegar Abíatar var æðsti prestur og át skoðanabrauðin, en þau má enginn eta nema prestarnir, og gaf líka mönnunum sínum. Hann sagði þá við þá: Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannsonurinn einnig herra hvíldardagsins. Markús 3. Öðru sinni gekk hann í samkunduhús. Þar var maður með vistna hönd og höfðu þeir nánar gætur á Jesú, hvort hann læknaði hann á hvíldardegi. Þeir hugðust kæra hann. Og Jesú segi við manninn með vistnu höndina: Statt upp og kom hér fram. Síðan spyr hann þá: Hvort heldur leyfilegt að gera gott eða gera illt á hvíldardegi, bjarga lífi eða deyða? En þeir þögðu, og hann leit í kring á þá með reiði, sár hryggur yfir harðúð hjartna þeirra, og sagði við manninn: Réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil. Þá gengu farísearnir út og tóku þegar með Heródesar sinnum saman ráð sín gegn honum, hvernig þeir getu náð lífi hans. Jesús fór með lærisveinum sínum út að vatninu og fylgdi mikill fjöldi úr Galileu og úr Júdeu, frá Jerúsalem, Ídómeu, landinu handan Jórdanar, og úr byggðum Týrusar og Sídónar kom til hans fjöldi manna heyrt höfðu hve mikið hann gjörði. Og hann bauð lærisveinum sínum að hafa til bát fyrir sig, svo mannfjöldin þrengdi eigi að honum. En marga hafði hann læknað, og því þustu að honum allir þeir sem einhver megin höfðu til að snerta hann.
Og hvenær sem óhreinir andar sá hann, féllu þeir fram fyrir honum og æptu: Þú ert sonur Guðs. En hann lagði ríkt á við þá að þeir gjörðu hann eigi kunnan. Síðan fór hann til fjalls og kallaði til sín þá hann sjálfur vildi og þeir komu til hans. Hann skipaði þá 12, Símon hann gaf nafni Pétur, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans, en þeim gaf hann nafnið Boanerges sem þýðir þrumusynir, og Andrés, Filippus og Bartólómeus, Matteus og Tómas, Jakob Alfeusson, Taddeus og Símon vandlætara og Júdas Ískariot, þannig sveik hann. Þegar hann kemur heim, safnast þar aftur mannfjöldi, svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Hans nánustu fréttu það og fóru út og vildu ná honum, enda sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræðimennirnir komnir voru ofan frá Jerúsalem sögðu: Belzebúl í honum, með fulltingja höfðingja illra anda rekur hann út illu andana. En Jesús kallaði þá til sín og mælti við þá í líkingum: Hvernig getur Satan rekið Satan út? Verði ríkið sjálfu sér sunduþykkt, fær það ríki eigi staðist, og verði heimili sjálfu sér sunduþykkt, fær það heimili eigi staðist. Sé nú Satan risinn gegn sjálfum sér og orðin sér sundurþykkur, fær hann ekki staðist, þá úti hann. Enginn getur brotist inn í hús hins sterka og rænt föngum hans nema hann bindi áður hins sterka, þá getur hann rænt hús hans. Sannlega segi ég yður, allt verður mannanna börnum fyrirgefið, allar syndir þeirra og lastmælin, hve mjög sem þeir kunna að lastmæla. En sá sem lastmælir gegn heilugum anda, fær eigi fyrirgefningu aldur. Hann sekur eilífa synd. En þeir höfðu sagt: Óhreinn andi í honum. Nú koma móðir hans og bræður, standa úti og gera honum orð að koma. Mikill fjöldi sat í kringum hann og var honum sagt: Móðir þín og bræður og systir eru hérna úti og spyrja eftir þér. Hann svarar þeim: Hver móðir mín og bræður? Og hann leit á þá í kringum hann sátu og segir: Hér móðir mín og bræður mínir. Hver sem gjörur vilja Guðs, sá bróðir minn, systir og móðir. Markús 4. Aftur tók hann að kenna við vatnið, svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar, úti á vatninu. En allt fólki var á landi við vatnið. Hann kenndi þeim margt í dæmisögum og sagði við þá: Hlýðið á, sáðmaður gekk út að sá, og þá hann sáði féll sumt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sumt féll í grýtta jörð, þar sem var lítill jarðvegur og það rann skjótt upp, því það hafði ekki djúpa jörð. En sól hækkaði, visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rætur, skrælnaði það. Og sumt féll meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kæfðu það og það bar ekki ávöxt. En sumt féll í góða jörð, kom upp, óx og bar ávöxt. Það gaf 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og hann sagði: Hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri. Þegar hann var orðinn einn, spurðu þeir 12 og hinir sem með honum voru dæmisögurnar. Hann svaraði þeim: Yður gefinn leyndardómur Guðs ríkis. Hinir sem fyrir utan fá allt í dæmisögum. Að sjáandi sjáu þeir og skynji ekki, heyrandi heyri þeir og skilji ekki, svo þeir snúi sér eigi og verði fyrirgefið. Og hann segir við þá: Þér skiljið eigi þessa dæmisögu, hvernig fáðu þér þá skilið nokkra dæmisögu? Sáðmaðurinn sáir orðinu. Það hjá götunni þar sem orðinu sáð, merkir þá sem heyra, en Satan kemur jafnskjótt og tekur burt orðið sem í þá var sáð. Eins það sem sáð var í grýtta jörð, það merkir þá sem taka orðinu með fögnuði leið og þeir heyra það, en hafa enga rótfestu. Þeir eru kvikulir og þrenging verður síðan eða ofsókn vegna orðsins, bregðast þegar. Öðru var sáð meðal þyrna, það merkir þá sem heyra orðið, en áhyggjur heimsins, tál auðafanna og aðrar gindir koma til og kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. Hitt sem sáð var í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið, taka við því og bera 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og hann sagði við þá: Ekki bera menn ljósinn og setja það undir mælikir eða bekk, það ekki sett á ljósastiku? Því ekkert hulið að það verði eigi gjört opinbert, né leynt að það komi ekki ljós. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. En sagði hann við þá: Gætið að hvað þér heyrið, með þeim mæli sem þér mælið mun yður mælt verða og við yður bætt.
því að þeim sem hefur mun gefið verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Og þá sagði hann, svo Guðs ríki sem maður sáu sæði í jörð. Hann sefur síðan og vakir nætur og daga en sæðið grær og vex. Hann veit ekki með hverjum hætti. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. En þá ávöxturinn fullþroska, lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran komin. Og hann sagði, við hvað eigum við að líkja Guðs ríki? Með hvaða dæmi eigum við að lýsa því? Líkt það mustardskorni og þegar því sáð í mold það smærra hverju sáðkorni á jörðu. En eftir að því sáð tekur það að spretta. Það verður öllum jurtum meira og fær svo stórar greinar að fuglar himins geta hreiðrað sig í skugga þess. Í mörgum slíkum dæmisögum flutti hann þeim orðið svo sem þeir gátu numið og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra, en fyrir lærisveinum sínum skýrði hann allt þegar þeir voru einir. Að kvöldi sama dag sagði hann við þá, förum yfirum. Þeir skildu þá við mannfjöldan og tóku hann með sér þar sem hann var í bátnum, en aðri bátar voru með honum. Þá brast á stormhrina mikil og féllu öldurnar inn í bátinn svo viðlágan fyllti. Jesús var í skutnum og svaf á kodda. Þeir vöktu hann og sögðu við hann, meistari, heyrðir þú ekki að við förumst? Hann vaknaði, hastaði á vindinn og sagði við vatnið, þegi þú, haf fljótt þig. Þá lægði vindinn og gerði stillilogn og hann sagði við þá, hví þér hræddir, hafið þér enn enga trú? En þeir urðu miklum óttalostnir og sögðu hver við annan, hver þessi? Jafnvel vindur og vatn hlýðu honum. Markús 5. Þeir komu nú yfir vatnið í bið Gerasena og leið og Jesús sté úr bátnum kom maður á móti honum frá gröfunum haldinn óhreinum anda. Hann hafðist við í gröfunum og enginn gat lengur bundið hann, ekki einu sinni með hlekkjum. Oft hafði hann verið fjötraður á fótum og höndum en hann braut jafnóðum af sér hlekkina og sleit fjötrana og gat enginn ráðið við hann. Allar nætur og daga var hann í gröfunum eða á fjöllum, æpti og lamdi sig grjóti. Þegar hann sá Jesús álengdar hljóp hann og féll fram fyrir honum og æpti hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðsins hæsta? Ég særi þig við Guð, kvelðu mig eigi. Því að Jesús hefði sagt við hann, þú óhreinn andi, far út af manninum. Jesús spurði hann þá, hvað heitir þú? Hinn svaraði, Hersing heiti ég, vér erum margir. Og hann bað Jesús ákaft að senda þá ekki brott úr héraðinu. En þar í fjallinu var mikil svínahjörð og beit og þeir báðan, send oss í svínin, látu fara í þau. Hann leyfði þeim það og fóru þá óhreinu andarnir út og í svínin og hjörðin nær 2000 ruddist fram af hamrinum í vatnið og drukknaði þar. En hirðarnir flýðu og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni, menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafði, komu til Jesús og sáu haldnamanninn sem hersingin hafi verið í, sitja þar klæddan og heilvita. Og þeir urðu hræddir. En sjónavottar sögðu þeim hvað fram hafði farið við haldnamanninn og frá svínunum og þeir tóku að biðja Jesús að fara burt úr héruðum þeirra. Þá hann sté í bátinn, bað sáir haldinn hafi verið að fá að vera með honum. En Jesús leyfði honum það eigi, heldur sagði við hann, far heim til þín og þinna og segð þeim hve mikið Drottinn hefur gjört fyrir þig og verð þér miskunnsamur. Hann fór og tók að kunngera í Dekapólis hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört og undruðust það allir. Þegar Jesús kom aftur yfir að bátnum, safnaðist á honum mikill mannfjöldi þar sem hann var við vatnið. Þar kom og einn af samkundustjórum Jaríus að nafni og hann sá Jesús féll hann til fótunum, bað hann ákaft og sagði, dóttir mín litla að dauða komin, kom að legg hendur yfir hana að hún læknist og lifi. Jesús fór með honum og mikill mannfjöldi fylgdi honum og var þröngt hann. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði orðið margt að þola hjá mörgum læknum, kostað til alegu sinni en engan bata fengið, öllu heldur versnað. Hún heyrði Jesú og kom nú í mannþröngina að baki honum og snart klæðans. Hún hugsaði, ef ég fæ aðeins snert klæðans mun ég heil verða. Jafnskjótt þvar blóðlát hennar og hún fann það á sér að hún var heil að meini sínu.
Jesús fann þegar á sjálfum sér að kraftur hafði farið út frá honum. Hann sneri sér við í mannþrönginni og sagði: Hver snart klæði mín? Lærisveinarnir sögðu við hann: Þú sérð að mannfjöldinn þrengir að þér og spyrð þó hver snart mig. Hann litaðist til að sjá hver þetta hefði gjört, en konan sem vissi hvað framvið sig hafði farið kom hrædd og skjálfandi, féll til fóta honum og sagði honum allan sannleikann. Jesús sagði við hana: Dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði og ver heil meina þinna. Meðan hann var að segja þetta koma menn heiman frá samkomustjóranum og segja: Dóttir þín látin, hví ómakar þú meistarann lengur? Jesús heyrði hvað þeir sögðu en gaf ekki heldur sagði við samkomustjóran: Óttast ekki, trú þú aðeins. Og nú leyfði hann engum að fylgja sér nema Pétri og þeim bræðrum Jakobi og Jóhannesi. Þeir koma að húsi samkomustjórans, þar sér hann að allt í uppnámi, grátur mikill og kveinan. Hann gengur inn og segir við þá: Hví hafið þið svo hátt og grátið? Barnið ekki dáið, það sefur. En þeir hlógu á honum. Þá lét hann alla fara út og tók með sér för barnsins og móður og þá sem með honum voru og gekk þar inn sem barnið var. Og hann tók hönd barnsins og sagði: Talitha kum. Það þýðir: Stúlka litla, ég segi þér, rís upp. Jafnskjótt reis stúlkan upp og fór að ganga en hún var 12 ára, og menn urðu frá sér numdir af undrun. En hann lagði ríkt á við þá að láta engan vita þetta og bauð að gefa henni að eta.